Hvernig gengur hjá þér? Tjokkinn út af! Litirnir á verkstæðinu, öll umgjörðin, magn og fjölbreytileiki varahlutana, ýjar að ró og persónulegri þjónustu. Allt þetta fær okkur til að skapa mynd í huganum af vinalegu verkstæðisformanni sem getur smíðað alla þá varahluti sem ekki eru til í landinu. Ég get mælt með því að fara í námi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands vegna þess að þar fá nemendur verkfæri í hendurnar sem þau geta notað síðar meir til að miðla því sem þau hafa áhuga á. Námið kom mér skemmtilega óvart, sérstaklega hvað þetta var fjölbreytt og hvað nemendur komu úr ólíkum áttum. Þegar ég byrjaði í meistarnáminu mínu í menningarmiðlun í Háskóla Íslands þá komst ég að því að það eru ýmsir möguleikar á námskeiðum og miðlunarleiðum til þess að kynna sér. Fyrir mig persónulega þá hafði ég mest gaman að því að fá þetta tækifæri til að byrja að kynnast ljósmyndun og kvikmyndun og fá tækifæri til að nota það í svona miðlunarverkefnum. Til dæmis í einum valáfanganum fengum við tækifæri til þess að búa til svona menningarmagasín þátt sem var mjög skemmtilegt. En einnig byggum við til veffyrirlestra fyrir hugvísindasvið. Í upphafi hugvísindaþings voru 9 veffyrirlestrar opnaðir á Hugrás og við vonum náttúrulega með þessu framtaki verði ákveðin svona bylting í miðlun og kennslu og þetta sé upphafið að mögulega löngu ferli eða einhverju sem að geti orðið framhaldað. Í náminu gefst nemendur kostur á að fara út fyrir skólann og eru gjarnan námskeiði haldin út á landi í samvinnu við heimamenn. Þar er fjallað um menninga- og sögutengda ferðaþjónustu. Í framhaldi af útvarpsþáttanámskeiði sem ég tók í náminu þá ákvað ég að gera útvarpsþáttaseríu sem lokaverkefni mitt úr náminu. Og mér fannst það ótrúlega mikil tilbreyting að fá tækifæri til að gera miðla mínum fróðleik og minni rannsókn á öðru formi en bara með pappír. Og ég er þá að miðla bæði með útvarpsþáttum og einnig með greinargerð sem ég skrifaði um ferlið. Að fagið hafa fengið meira gildi síðan þá og að fólk sé fara að meta meira hvað það er sem kaffibarþjónar eru að gera. Lokaverkefnin eru afar fjölbreytt og miðla nemendur verkefni sínum með ýmsu móti. Má þar nefna útvarpsþætti, VF, sýningar og lifandi myndir.